Victoria Alonso. The last game we won Breiðablik. Tell me about this game. This game was a completely different game from the final. We made them look like how they made us look like, which was we were the better team. And last game they made us look like they were the better team. So this last game, it was revenge. So I think the 5-1 is exactly what everyone saw. This was easy. The game? Yes, this is easy. No, it wasn't an easy game. We just actually went out there and we played. Okay, but tomorrow, IPVAF, here in Þórsvöllur. Tell me about this. Excited for the game. If we come out with a win, we could end up in 4th place. So I think everyone's going to come out again like we did against Breiðablik with a little revenge, with the chip on our shoulder. So I'm excited to play tomorrow. You are ready for tomorrow? Very ready. And everybody in the team? Yep, always ready. Good luck. Thank you. Dag hamingjuskuld. Sigur Óli Kristjánsson. Molly, þú sagðir í viðtalinu um daginn að þú væri gamall smiður og vissir að það þyrfti að negla upp hérna glufur, ekki bara hálfreika, heldur kafreikanegla. Þarftu ekki að hnykkja á þig líka? Jú, takk fyrir. Molly, til hamingju með sigurinn á móti Breiðablik um daginn, einhverju sögðu þetta hefði mátt koma í bikarleiknum, þessi fíni leikur. Já, ég held að því ég sé þetta við höfum verið bölvaðir klaufar í bikarleiknum. En þetta var flottur sigur hjá okkur og einhvern veginn skrítið að vera miklu betri í deildarleiknum. Hálfum mánuði, 10 dögum eftir bikarúrslitaleik, en svona getur einhvern veginn spennustigið farið, held ég, eina útskýring af mér segir sko að þetta spennustig hafi verið kollangt hjá okkur í bikarleiknum. Þetta var eins og menn sáu að þetta var rosalega fínn leikur allan tíman. Já, náttúrulega það er ekkert lið sem að spila vel í 90 mínútur og ekkert lið sem spila illa í 90 mínútur, en við náðum alveg örugglega einhverjum 50-60 mínútum góðum í svona leik. Molly, svo að Eyjamenn á morgun, Eyjastelpur komið þetta á morgun. Þá er eiginlega dauðafæri fyrir okkur að hoppa upp fyrir Breiðablik. Það að segja ef að þær tapa gegn Stjörnunni. Já, staðan er þannig í deildinni að núna í seinustu orðustunni að eina sem við getum verið að keppa er að hoppa upp í 4. sæti. Það er eins og ömurlegt og það lítur út fyrir að vera á blaði. En samt sem áður þá Valur er með sterkan hóp og Stjarnan er með sterkan hóp. Breiðablik er með mjög sterkan hóp, IBVF er með sterkan hóp og við erum með sterkan hóp. Þetta er svona þessi lið sem eru best í dag, þessi 5 bestu. Og það eru leikir og það eru stig sem við höfum klúðrað og það eru eflaust leikir og stig sem þau hafa klúðrað líka nema Stjarnan. Þau hafa keyrt þetta algjörlega í gegn. Hin liðin 4 eru mjög jöfn í ár. Ef ég man rétt þá þurftum við að lúta í gras í Eyjum með einu marki, þannig að það er svona líka kannski verið stelpurnar að kvitta fyrir það í síðasta deildarleik sumarsins á heimavelli. Já, leikurinn í Eyjum var frekar lélegur en einhvern veginn einu sinni fannst maður við ekki vera lélegir en þær. Okkur vantaði við svo náttúrulega Lilli, Katrínu og Keilu og Matti að meiddist á 50 mínútu, þannig að það var svolítið náttúrulega stórt skarð að fylla í þessum leik, en við töpum þar 2-1 og jú, við þurfum að hefna náttúrulega, við þurfum að hefna fyrir margt. En hvað er svona, ég veit ekki hver er lykillinn að því, eða hvað þarf aðalega að gerast til þess að þetta gangi upp á morgun? Ég held bara að lykillinn, við erum í lykillinn, við bara fundum aldrei hennar Helvítis Lás. Lykillinn, þetta er senasta leikurinn, þetta er heimaleikur og við erum ekki búin að vinna margar heimaleiki og við erum að kveðja fólkið okkar og þakka því fyrir og hafa komið á alla þessa leiki, og þannig að þetta er bara honor aftur og aftur. Það er alveg saman hvernig, það eru að berjast annarsætið, við erum að berjast 4. sætið, þannig að það er svo sem engir bikarar sem við fáum hvorugt liðið,
en bæði liðin að berjast það að ná sæti. Og það náttúrulega myndi líka sko kitla bara sko sjálfstraustið þrátt fyrir allt saman að ná sigur á morgun. Já, við erum að fara í stórt verkefni í Champions League og stelpunni var að sýna það að það eigi að skilið. Ertu byrjað að æfa rússnesku? Nei, ég ætla að taka bara mína færi sko á þetta. Að skilja hann allir. Meiri segja rússa líka? Já, þeir eru eins og innfæddir í þessu. Móli, gangi vel á morgun. Takk fyrir.